Hún alveg sönn og þetta gerðist einmitt svona. Fyrir langa löngu í grárri forneskju áður en veröldin var búin til, var tími sjálfs upphafsins. Á þeim tíma var töframaðurinn mikli að ljúka við veröldina, svo allir gætu notið þess að dvelja í henni. Fyrst lauk hann við jörðina og svo lauk hann við hafið. Síðan sýndi hann öllum dýrunum hverju og fætur öðru hvaða hlutverk þeim væri ætlað. Hann sótti fílinn og kúna og bjórinn og körtuna og kvöldið var hann alveg að verða búinn að segja öllum dýrunum hvert hlutverk þeirra væri. Þá var röðin komin að manninum og dóttur hans. Þá sagði töframaðurinn mikli: ég mun láta allar skepnur jarðarinnar hlýða þér ef þú lofar að fara ævinlega vel með þær. Ég lofa því, sagði maðurinn, og hún litla dóttir mín mun hjálpa mér. Skammt frá var hinn risastóri kóngakrabbi. Hugsaði með sér: aldrei skal ég hlýða þessum Adamsinni, ég ætla að fara og leika mér við sjálfan mig í dýpsta heimshafinu, þar sem enginn mun nokkru sinni finna mig. En dóttirinn litla sá hann laumast burt og geymdi mynd hans í huga sér. Töframaðurinn mikli hélt að hann væri búinn að ræða við hverja einustu skepnu á jörðu og fannst að nú væri tími sjálfs upphafsins liðinn. Nú væri komin tími til að athuga hvort öll dýrin ræktu hlutverk sitt vel. Hann leit í norður til fílsins. Þetta rétt? Spurði fíllinn. Já, þetta alveg rétt hjá þér, sagði töframaðurinn mikli og skapaði himmalæja fjöllin. Hann leit í austur til kýrinnar. Þetta rétt? Spurði kýrin. Já, þetta alveg rétt hjá þér, sagði töframaðurinn mikli og skapaði stærstu eyðimerkur jarðar. Hann leit í vestur til bjórsins. Þetta rétt? Spurði bjórinn. Já, þetta alveg rétt hjá þér, sagði töframaðurinn mikli og skapaði fenin í Flórida. Hann leit í suður til körtunar. Þetta rétt? Spurði kartan. Já, þetta alveg rétt hjá þér, sagði töframaðurinn mikli og skapaði eyjarnar Borneó og Súmetru. Á Malakkaskaga hitti töframaðurinn fyrir manninn og dóttur hans og spurði: Sæll, sonur Adams, eru dýrin hlýðin? Já, svaraði maðurinn. Og ferðu vel með þau? Já, svaraði maðurinn. Öll jörðin hlýðin? Já, svaraði maðurinn. Allt hafið hlýðið líka? Nei, svaraði maðurinn. Einu sinni á hverjum degi og einu sinni á hverri nóttu flæðir hafið hér upp í fljótið og veldur miklum skaða. Og einu sinni á hverjum degi og einu sinni á hverri nóttu flæðir fljótið yfir bakka sína til hafs og skilur eftir sig dauða og eyðileggingu. Þetta satt? Spurði töframaðurinn mikli. Þetta mjög slæmt. Einhver að leika sér á hafinu, einhver sem vogar sér að óhlýðnast fyrirmælum mínum. Þá sögðu öll dýrin, allir fuglarnir og fiskarnir: við erum ekki að þessu mikli töframaður. Við leikum bara þá leiki sem þú hefur kennt okkur, bæði við og barnabörn okkar, og ekkert okkar leikur sér að hafinu. Mánafiski maður, þrumaði töframaðurinn mikli. Þú að leika þér að hafinu? Nei, svaraði mánafiski maðurinn. Ég svo önnum kafi við að reyna að veiða jörðina, ég hef ekki tíma til að leika mér að hafinu. En þú, mánarotta? Rópaði töframaðurinn mikli. Þú að leika þér að hafinu? Nei, svaraði rotta. Ég svo önnum kafi við að reyna að bíti í sundur línu mánafiskimannsins að ég hef ekki tíma til að leika mér að hafinu. Þá sagði dóttir mannsins: Ó, mikli töframaður, á tíma sjálfs upphafsins sá ég eina skepnu sem laumaðist í burt út í hafið áður þú varst búin að segja henni hvert hlutverk hennar væri. Þetta var risastór skepna með skjöld á baki. Augun stóðu á stilkum og hún gekk út á hlið, svona. Ó, þú vitrasta mannvera jarðar, sagði töframaðurinn mikli. Ég held að sé komin tími til að spjalla ögn við kóngakrabban í dýpsta heimshafinu. Komdu, kóngakrabbi, kallaði töframaðurinn mikli.
Og segð okkur hvað þú hefur verið að gera. Farðu burt, svaraði kóngakrabbinn. ég ger engum mein. Einu sinni á hverjum degi og einu sinni á hverri nóttu fer ég úr bæli mínu í fæðuleit, annars held ég alltaf kyrru fyrir. Ég verð engum að meini. Sjáðu nú til, sagði töframaðurinn mikli. Það hefur ógnvænlegar afleiðingar þegar þú hreyfir þig. Þegar þú ferð upp úr hafinu, lækkar yfirborð sjávar og árnar flæða yfir bakka sína út í hafið og skilja eftir sig dauða og eyðileggingu. Og þegar þú ferð aftur niður í hafið, rís yfirborð þess og sjór gengur á land og veldur miklum skaða. Þetta er satt, sagði kóngakrabbinn. Ekki vissi ég væri svona mikil sverður. Héðan í frá ætla ég að fara úr bæli mínu 7 sinnum á dag og hafið skal aldrei vera kyrrt. Töframaðurinn mikli var reiður og sagði: Ég veit að ég ræð ekki hvað þú gerir vegna þess að þú laumaðist burt á tíma sjálfs upphafsins, en ég ætla að gera við þig samkomulag. Komdu upp úr og ræddu við mig, nema þú sért hræddur. Ég er ekki hræddur, sagði kóngakrabbinn. Ég er mikilverðasta skepna veraldarinnar. Í hverju er samkomulag þitt fólki? Taktu vel eftir, sagði töframaðurinn mikli. Fyrsta atriðið er þetta. Æ, nei, rópaði kóngakrabbinn. Ef ég hef ekki hörðu stélina mín er ég alls ekkert mikilsverður. Ég er svo mjúkur að bæði hákarlar og aðri fiskar geta étið mig og ég er svo stór að einu staðurinn sem ég get falið mig á er á botni dýpsta heimsafsins og þar er engu að fæðu að fá svo að ég hlýt að deyja úr hungri. En segðu mér meira þessu samkomulagi þínu. Já, sagði töframaðurinn mikli. Ég geti gert allar holur og þar að skóa hafsins að örugum fylsnum fyrir þig. Já, sagði maðurinn, og ég geti komið í kring að þú erðir örugur á þurrlendi. Já, sagði dóttir mannsins, ég geti gefið þér þessi gullnu stæri svo þú getir vetti til matar og varið þig. Þetta er svo sem allt gott og blessað, sagði kóngakrabbinn, sem var ekki mjög mikilsverður lengur. En ef ég hef ekki hörðu stélina mína kemur allt þetta mér að litlu haldi. Segðu mér, hvað á ég að gera? Hver er minn hlutur í samkomulaginu? Þú fær skjöldið þinn aftur, sagði töframaðurinn mikli. En nú verður hann einungis harður 11 mánuði ársins. 12. mánuðinn verður hann mjúkur. Það á að minna þig á að ég er hinn almáttugi skapari veraldarinnar, en þú ert bara lítill krabbi og þú átt að sinna þínu hlutverki eins og allir aðri. Þetta verður sanngjarnt, sagði kóngakrabbinn. Ég skal taka við skyldi mínum aftur og halda minn hluta samkomulagsins. Og við, sagði töframaðurinn mikli brosandi, munum halda okkar hluta. Þá sagði hinn minnsti af öllum kóngakröppunum: Ég get falið mig í þaraskóum, ég get andað upp á þurrlendinu, ég get brotið hnetur, ekki vissi ég að ég væri svona mikilsverður. Þetta var vel af hendi leyst, sagði maðurinn, en nú hef ég ekki stóru bylgjuna kóngakrabbans til að bera mig heim aftur og verða að róa alla leiðina heim, og þetta er óra vegur. Þú ert latur, sagði töframaðurinn mikli. Þú og afkomendur þínir munu ávallt verða kallaði letingjar. Já, lata fólkið. En ég skulda henni dótturðinni greiða. Mána fiskimaður, dragðu bát þessa letingja heim með línunni þinni. Var þetta rétt? spurði fiskimaðurinn. Já, þetta var alveg rétt hjá þér, sagði töframaðurinn mikli. Hér eftir skaltu toga í hafið 2 á dag og 2 á nóttu til að spara manninum erfiði við róður. Og upp frá þeim degi hefur máninn togað hafið upp og niður. Við köllum það flóð og fjöru. Og barnabörn kóngakrabbans fara þaraskóa og fjöru og hræða óþökk börn sem reyna að veiða þau. En einu sinni á ári verður harði skjöldurinn þeirra mjúkur, alveg eins og töframaðurinn mikli spáði þegar hann minnkaði fyrsta kóngakrabba veraldarinnar.